Komið sæl aftur, við erum hér að ræða pólitík og hita okkur upp fyrir alþingiskosningarnar sem verða haldnar 29. október. Við erum að ræða landsmiðamálin og höfum boðið fulltrúum allra flokka hér í norðaustur og norðvestur kjördæmum til okkar. Við erum komið á Gunnar Bragi Sveinsson, oddvita norðvestur kjördæmis og Sigmund Davíð Gunnlaugsson, oddvita í norðaustur. Verið velkomnir herramenn. Hjartanlega velkomnir til okkar. Við ætlum að fókusa á byggðamálin í dag og ég held að það sé nú óhætt að segja að Framsóknarflokkurinn sé nú dálítið þekktur fyrir að vera landsbyggðarflokkur. En þegar maður talar landsbyggðamál í víðu samhengi þá er maður kannski svolítið óljóst fyrirbæri. En getið þið með einhverjum hætti kannski lýst sérstöðu Framsóknarflokksins þegar það kemur að byggðamálum? Við byrjum á þér. Já, við erum algjörlega ófeimin við það að tala skýrt í byggðamálum, tala það að það þurfi sérstakt pólitískt inngrip til þess að koma í veg fyrir neikvæða keðjuverkun sem við höfum því miður séð ómikið af á undanförnum áratugum og ýta undir jákvæða keðjuverkun. Þessi frjálsi markaður svo kallaði, hann leysir ekki þessi mál, heldur getur þvert á móti ýtt undir neikvæða þróun, hann hefur tilhneigingu til þess að ýta undir ríkjandi þróun. Sjáum dæmum þetta í því þegar stöðugt meiri þjónusta, starfsemi færist til höfuðborgarsvæðisins og það verður fyrir vikið sífellt erfiðara að viðhalda grunnþjónustu utan þess. En það þarf ekki að vera í þess áttina, það er hægt að snúa þessari þróun við og það hefur verið gert í nokkrum tilvikum á velheppnaðan hátt en núna þurfum við hins vegar, akkurat núna, að setja af stað verulegt átak í byggðamálum og það er það sem ég sé kannski einna mest eftir við að hafa ekki náð að klára þetta kjörtímabil. Þess að ríkisstjórnin skulle ekki hafa lagt fram fjárlög fyrir næsta ár. Að þar sáum við fyrir okkur stór átak í byggðamálum sem að er gríðarlega þýðingarmikið núna. Ef við tölum aðeins samskipti ríkis og sveitarfélaga, ég hringdi hérna aðeins í nokkra sveitarstjórnarfulltrúa á svæðinu og þeir töluðu eiginlega allir svolítið á einn hátt, þeir segja að þeir þyrftu svolítið að bæta samskipti ríkis og sveitarfélaga og það væri þessi endalósa ólga um flutning verkefna frá ríki til sveitarfélaga og það fylgdi ekki fjármagn. Sjáu þið fyrir ykkur og þá með hvaða hætti væri hægt að bæta þessi samskipti til að það yrðu skilvirkari og kannski jákvæðari svona meðan við þá upplifum allavega hjá sveitarstjórnarfólki sem ég ræddi við? Varðandi þetta þá held ég sé kannski einna mikilvægast að það er ekki nóg að lögbinda einhverja ferla, við þurfum að fara eftir ferlunum og það þarf ríki kannski standa sig betur þegar kemur að sveitarfélögunum. Við þurfum að horfa til fjárlagagerðinni, meira það hvernig fjárlög og einstakar ákvarðanir koma við sveitarfélögin og þurfum þá að draga þau nær og nær ákvarðanatökunni vegna þess að sveitarfélögin eru vitanlega hitt stóra stjórnsýslustigið í landinu og við getum ekki bara farið fram eins og það sé ekki til. En þáttur þessu líka er að byggða sveitarfélögin treysti ríkinu, treysti okkur til dæmis í byggðamálum eins og þið komum núna hérna inn áðan og Sigmundur kom vel inn á að þar þarf ríki líka að koma og koma fram með nýjar hugmyndir og þess vegna höfum við núna lagt á það að í nýrri byggðaáætlun þá leggjum við til í rauninni að ríkið hleypi í rauninni svona orða þannig noti skattkerfi til þess að berjast í byggðamálum. Þannig að við leggjum þar til og vonandi kemur það fram í nýrri byggðaáætlun að í fyrsta lagi að tryggingagjald komið til með að lækka eftir ákveðnum svona reikniformunum við Reykjavík. Námslán, þau verið ódýrari fyrir sérfræðinga sem vilja til að setjast á þetta landi og að menn geti þá fengið endurgreiddan ferðakostnað til og frá vinnu. Þetta eru allt hlutir sem styrkja byggðirnar og leið sveitarfélögin og þannig getur ríkið nálgast sveitarfélögin með því að styrkja þau með þessum hætti eins og mörgum öðrum. Er hægt að styrkja þetta samskipti? Það að ríki og sveitarfélög séu einhvern veginn upplifa þau séu í sama liði en upplifa ekki þennan núning og barning sem augljóslega sveitarstjórnarmenn upplifa. Já, ég held að það sé alveg hægt. Þetta er auðvitað að miklu leyti og kannski langmestu leyti spurning fjármagn. Sveitarfélögin hafa sóst eftir því að taka yfir fleiri verkefni og færa þjónustuna þá nær fólki. En það hafa kannski ekki skilað sér þeir peningar sem að hefur þurft í öllum tilvikum. Sumuleyti og stundum vegna þess að sveitarfélögin hafa verið að auka við þjónustuna og bæta hana jafnvel. En þá vantar upp á fjármagni til þess að standa undir því. Svoleiðis að það mun þurfa að endurskoða þetta til dæmis tryggja sveitarfélögunum auknar tekjur af ferðaþjónustu. Því að það lendir að miklu leyti á þeim að fara í þá uppbyggingu sem að þarf til þess að taka á móti öllum þessum ferðamönnum. Bara einu við varðandi þetta með fjármagnið. Ég held að væri líka mjög æskilegt að það fjármagn sem er tekið af landsbyggðinni sem er nánast sérstakur landsbyggðarskattur eins og veiðigjöldin og þess vegna önnur auðlindagjöld ef að til þeirra kæmi því þið skilað aftur til uppbyggingar í landsbyggðunum.
Þú nefndir ferðamennina og að tryggja sveitarfélögum hlutdeild í tekjum af þeim. Nú fóru þessi mál ekkert sérstaklega vel kannski á síðasta kjörtímabili með náttúrupassan og allt svoleiðis. Hvernig sáu þið fyrir ykkur að gera þetta, að tryggja sveitarfélögum stærri hlut í tekjum af ferðamönnum og innheimta tekjur af ferðamönnum almennt? Það náttúrulega ýmsar leiðir í því að útdeila þessu fjármunum sem hægt að hafa orðað þannig eða ná úr ferðaþjónustunni. Ég hef svona sjálfur og ég við séum nú svona á svipuðu veiki með það að vilja bara hreinlega taka komugjöld þannig að ferðamenn borga það. Allan finnst mér það hreinlegasti kostur. Að því getur ákveðin hlutur undir sveitarfélagana ef menn ákveða að gera það með þeim hætti. Svo vitanlega hægt að heimila sveitarfélagum líka að taka ákveðina skatta eða gjöld. Það ýmsar leiðir í þessu. En það sem mér finnst mikilvægast er þessi einfalt og skilvirkt og þá allir borgi. Nákvæmlega. Heyrðu, við ætlum að fara í leik með ykkur, af því að þið eru bara þannig týpur og okkur langar að leika ykkur. Við ætlum að fara í hraðaspurningar. Þið eru með svona já og nei spjöld fyrir framan ykkur. Eina reglan er að þið mega ekki segja neitt á meðan á þessu stendur. Heldur svara bara já og nei ef þið treystið ykkur til. Þetta er ykkur í huga stjórnmálamenn getur svarað bara já. Já, ég segi það. Þetta er tilraun. Ég hef trú á okkur, ég hef svo mikla trú á okkur. Ýmislegt hægt. Nú kemur þetta í ljós. Við ætlum bara að láta vaða. Munt þú beita þér fyrir því að ríkið finni leiðir til að niðurgreiða innanlandsflug? Munt þú beita þér fyrir fækkun sveitarfélaga á Íslandi? Telur þú að allir Íslendingar eiga jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu? Nei! Alls ekki. Munt þú beita þér fyrir því að orka sé nýtt einungis á því svæði sem hún er framleidd? Ekki tala. Vilt þú að sveitarstjórnir hafi óskorðað ákvörðunarvald í skipulagsmálum? Munt þú beita þér fyrir að fjölgun ferðamanna verði dreifðar allt land? Munt þú beita þér fyrir því að háhraðatenging sé möguleg öllum íbúum landsins? Á flugvöllurinn að vera áfram í Vatnsmýrinni? Telur þú að hækka þurfi styrki til landbúnaðar á Íslandi? Á atkvæðavægi að vera jafnt milli allra landsmanna? Munt þú beita þér fyrir eflingu háskóla utan höfuðborgarsvæðisins? Telur þú að breyta þurfi kvótakerfinu í grundvallaratriðum? Til hamingju, það er tími til að ræða þetta sko. Þið voru frábærir. Já. Þið voru rosalega sammála. Það var eiginlega eins og að reyða eftir allar þessu spurningar áður. Mér langar að byrja á einu, mér langar að byrja á aðeins flugmálunum. Nú svöruðu þið báðir svolítið óljóst hvort þið vilduð að sveitarfélög höfðu óskorað vald í skipulagsmálum en sögðu jafnframt að þið vildu báðir að flugvöllur eru áfram í Vatnsmýrinni. Nú veitum við hvernig þessi mál eru í Reykjavík samkvæmt aðalskipulagi á hann að hverfa í áföngum úr Vatnsmýrinni og þið hafið aðeins hlutast til það á þessu kjörtímabili. Það hafa alltaf verið borin fram þingsályktunartillögur og fleira í þeim dúr til þess að reyna að sporna við þeirri þróun. Hvernig sjáu þið þetta? Munið þið beita ykkur áfram fyrir því að hann verði í Vatnsmýrinni? Það er alveg hárrétt að tengja þessar spurningar því að flugvöllurinn er kannski það sem kom helst upp í hugan varðandi þessar spurningum óskorað skipulagsvald. Ég tel alveg tilefni til þess að ríkið hafi til dæmis skipulagsvald yfir alþjóðaflugvöllum eða stórum flugvöllum eins og Reykjavíkurflugvelli og það geti þurft inngrip ríkisins í skipulagsvald í ákveðnum málum sem að varða hag allra landsmanna. Þá spyr maður eiginlega til dæmis Blönduós og stytta leiðina milli hvað talað um Húsavík og Reykjavíkur. Það er svona talandi nákvæmlega sama máli. Nei, þetta er munur á því sko, veist, þessi leið sem við talaðum að það stytta sko, hún á að stytta milli Akureyrar og Reykjavíkur. Húsavíkur og Reykjavíkur. Húsavíkur og Reykjavíkur, já, tökum gangi með, ok. En þú veist, hvað gerir það hins vegar fyrir sko Blönduós? Hvaða áhrif hefur það byggðirnar þar í kring? Það hefur mögulega og líklega bara neikvæð áhrif á það á þá að fara í þessa styttingu. Reykjavíkurflugvöllurinn, hann hefur hins vegar bara jákvæð áhrif til fyrir landsbyggðina og höfuðborgina líka. Þannig að þetta er svolítið, ég er ekki sammála með líka þessu saman sko. En höfuðborgin og borgarstjórnin virðist ekki alveg vera á þessu máli, að minnsta kosti meirihluti núna. Já, það er líka skipt það. Já. En hvernig sjáu þið fyrir ykkur að sé hægt að gera þetta? Nú hefur fallið dómsmál og fleira sem sýnir að skipulagsmálin eigi að vera í höndum sveitarfélagana og það er erfitt að grípa inn í þessi mál svo að vel verði gert. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að þið komist í stjórn næsta kjörtímabili að halda áfram með þetta mál og tryggja flugvöllinn í Vatnsmýrinni? Já, varðandi skipulagsmálin og hlutverk sveitarfélagið því og að það sé einhver hindrun varðandi Reykjavíkurflugvöll, þá held ég að menn hafi nú oftúlkað ákvæði í stjórnarskránni varðandi þessi skipulagsmál.
það sem segir bara sveitarfélög fara með skipulagsmál á þann hátt sem mælir fyrir í lögum. Og þau hafa óvenju mikið vald, þau hafa óvenju stóran hluta skipulagsmáluna hjá sér hér á Íslandi miðað við það sem í mörgum löndum öðrum. Og ekkert því til fyrirstuð að mínum mati lagalega, eða hvað var þar stjórnskipulag, að til dæmis flugvellir eins og Reykjavíkurflugvöllur, að það gildi þá sérstakar reglur. Það var, maður má alveg setja í samhengi við það var verið að skoða það líka og raun og kom fram, eða var samið frumvarp það af fyrrverandi forseti Alþingis, að ríkið fengi líka skipulagsvald yfir svæðinu í kringum Alþingi. Með sömu rökum að það gildi það aðra reglur. Svoleiðis að ég til ekki til fyrirstöðu að grípa þannig raun að sé það mjög mikilvægt og það má alveg segja að við hefðum átt að þessi ríkisstjórn að ganga harðar fram í því. Menn voru líklega of lengi að vonast til þess að það er hægt að leysa málum með borginni, en ég sé ekki að það muni ganga upp, allavega ekki með þessari borgarstjórn. En varðandi kvótakerfið, Sigmundur var aðeins byrjaður að ræða það að sérstaklega til dæmis að veiðigjöldin myndu skila sér aftur heim í hér, þá með hvaða hætti? Sjáðu þið fyrir ykkur styrki til nýsköpunar, til eflingar og aukina framleiðar í sjávarútvegi eða Sko, við höfum náttúrulega gegnum tíðina, við höfum minnst einu sinni álíktað að ef það eru innheimt veiðigjöld eða auðlindagjöld, þá ræddum við það einhvern tímann að það ætti 1/3 að renna aftur til byggðanna, 1/3 að renna aftur inn í greinina til nýsköpunar og þróunar og svo restin í ríkissjóð. Og það er hægt að gera það með ýmsum hætti að skila fénu aftur til byggðanna. Það getur verið einhvers konar byggðaþróunarsjóður, atvinnuþróunarsjóður, það getur verið inn á svæði ef það er skilgreint, Norðurland eystra, Norðurland vestra eða þetta svæði samanskiljiði. Það er hægt að fara margar leiðir í því í rauninni út til þessum peningum aftur. En grunnspurningin er samt alltaf á að innheimta auðlindagjald. Og ef við svörum þeirri spurningu játandi, þá þurfum við að svara á ekki að gera það á öllum auðlindum, eða að gera bara hjá þeim. Svarar þú því játandi? Engin spurning. Það á ekki að taka eina atvinnugrein út finnst mér. Nei. Þeir eru ekki hrifin að þessari uppboðsleiði sem svo margir eru að tala núna til þess? Nei, hún myndi ekki ganga upp, enda er það í rauninni einstakt hversu miklum árangri íslensku sjávarútvegur hefur náð í samanburði við sömu grein í öðrum löndum. Það sem að víðast hvar meira sé í Noregi ríkisstyrsta grein að ræða. Ég held að, ég hef heyrt nýlega að meira sé í Noregi sé ríkið að greiða að jafnaði 19.000 krónur, eða sem nefnir 19 krónum íslenskum, með hverju lönduðu tonni. Á meðan að hér á Íslandi er þessi grein að skila gríðarlega miklu til samfélagsins og stendur sterkt. En það má ekki eyðileggja það, en það má gera breytingar á kerfinu og laga það. Og eitt af því sem maður myndi vilja sjá er meiri tenging við byggðirnar. Það sem að ríkið gæti komið í veg fyrir eða minnst að kosti innbyggt hvata til að reyna að hindra það að heilu byggðarlögin allt í einu mistu kvótan. Landbúnaðurinn, við snertum aðeins á honum. Þið svöruðu því, voru það ekki báðir í átandi að vilja auka styrki til landbúnaðar. Hvernig sjáum við það fyrir ykkur? Já sko, við verðum alltaf að passa okkur á þessu umræðu landbúnaðinn að íslensku landbúnaður, hann er að sjálfsögðu í beinni og óbeinni samkeppni við annan landbúnað. Og ég held að finnst ekki það land í heiminum sem styrkir ekki sinn landbúnað með einhverjum hætti, hvort sem það er þá innflutningshömlur, beini styrkir eða eitthvað þess að það. Og þannig á Íslandi þá við búum nokkuð einangrað, þess að verðum við bara að hafa mjög sterka atvinnuvegi sem er að framleiða mat, hvort sem það er sjávarútvegur, landbúnaður eitthvað annað. Og með því að auka eða hafa í það minnst að réttláta hvernig orða þannig, styrki til landbúnaðarins, þá verður fyrsta leið hvetja til þess að hér sé öflug atvinnugrein sem tryggir okkur matvæli, örugg og heilnæm matvæli, sparar gjaldeyri og svo framvegis. Og gleymum því heldur ekki að meðan að byggðirnar eru hringir í kringum landið, meðan að sveitabæirnir blómstra, að þá skiptir það líka máli fyrir ferðaþjónustu. Það skiptir máli fyrir öryggi ferðamanna og okkar bara sem er ferðin. Þannig að það er ekki einfalt að taka landbúnaðinn bara út og segja að það hafa ekkert að styrkja neitt svoleiðis. En nú eru það ekkert allir sveitabæir sem blómstra. Nú höfum við heyrt mikið til með sauðfjárbændur sem eru ekki ánægðir með sitt afurðaverð til dæmis. Verðum við ekki að horfa á þetta svolítið heildstætt? Hvernig getum við tryggt það einmitt að byggðirnar blómstri og að sé að ungt fólk vilji fara út í landbúnað og velja þetta sem framtíðarstarf sitt? Sko, það sem við var lagt upp með núna var að reyna að fara í samninga til það sem menn getur horft til framtíðar í 10 ár eitthvað svoleiðis og það sem gert einhver áætlanir. En það er rétt hins vegar að það kemur svolítið núna í bakið á okkur öllum að afurðaverð skuli lækka, að afurðastöðvarnar skuli þurfa að lækka verðið til bænda og það er ýmsar ástæður fyrir því. Það er hins vegar einhvern forsenda fyrir þessu samningum að afurðaverð hækki. Þannig að við þurfum svolítið veltaði fyrir okkur núna í endurskoðun 2019 og 2021 hvernig hefur þessi þróun verið. Þurfum við hugsað að endurskoða þessa samninga?
Eitt sem ég langar að spyrja ykkur, nú eru þið búin að vera í ríkisstjórn og mikið auðvitað gengið á í Framsóknarflokknum sem eru ekki allir að fara út í hérna, en eitthvað sérstakt þegar ég horfi við öxl sem að stendur upp úr sem þið kannski hefðu vilja gera öðruvísi eða hefðu vilja klára á kjörtímabilinu? Já, sérstaklega þetta sem ég nefndi hérna í byrjun þáttarins. Ég hefði viljað sjá okkur setja af stað þá miklu sókn sem ég sá fyrir mér í byggðamálunum og kynnt í 17. júní-ræðu á sínum tíma. Það sem að allt í rauninni til reiði. Við ákvaðum að bíða með það þangað til að staða ríkissjóðs væri orðin svo sem hún er núna. Hún er orðin sjálfbær og ekki bara sjálfbær, en mun þróast í rétta átt og verða sífellt betri næstu árin ef framheldur sem horfir. Þannig að það er allt til reiði. Fjármagnið er til staðar. Við erum búin að meta hvað þarf að gera og hvað hægt er að gera. Svoleiðis að, já, ég sé mikið eftir að við skulum ekki hafa náð að setja þetta af stað fyrir kosningar. Og þetta er algjörlega sammála Sigmundur með þetta, en mér langar að bæta við að hagur ríkissjóðs er þannig góður í dag að það hefði líka, við höfum getað sett meiri peninga í samgöngur sem eru sjálfsögðu byggðamál sem við höfum alltaf rætt um. Þetta eru byggðamál, þetta er innviðir byggðanna að hafa samgöngur í góðu lagi. Mér langar líka að nefna að það er heilbrigðisþjónustan, það er að segja þessar heilbrigðisstofnanir sem eru víða um land, út um allt land, þær þurfa meira fé og við þurfum rauninni að skilgreina miklu betur hvert á að vera þjónustustig eða hvaða þjónustu eiga þessar stofnanir okkar að veita. Það er víða á landinu langa veg að fara til þess að fá heilbrigðisþjónustu og þess vegna þarf að þessar litlu stöðvar líka að vera þannig búnar það geti sinnt í það minnsta helstu bráðatilvikum og svo fram. Er bara svona almenn spurning, er þetta flóknara en það hljómar þegar maður fer af staði í pólitík og bara nú ætla ég að klára þetta byggðamál og ég ætla sko að tryggja það að blómstri byggðir í öllu landinu og allir fái heilbrigðisþjónustu, þetta hljómar allt svo easy peasy, en svo þarf að gera þetta. Það er alveg hárrétt. Þetta er oft býsna flókið. Ég sá nú viðtal við Obama Bandaríkjaforseta nýlega þar sem hann var að lýsa því að hann hefði tekist það að verða Bandaríkjaforseti, svo væri hann að klára annað kjörtímabilið og einhvern veginn finnst hann ekkert hafa gerst af því sem hann langaði að sjá gerast. Hins vegar hefur heilmikið gerst hjá okkur á Íslandi á undanförnum árum. En það gerist eingöngu ef að það er einbeittur pólitískur vilji á bakvið. Það þarf nefnilega stöðugt að ýta hlutum áfram og oft verð ég að segja, finnst mér kerfið ég held ekki verið að vinna með í byggðamálum. Menntamálaráðherra tók til dæmis ákvörðun það að lögreglunámið kæmi hingað á Akureyri. Það þurfti mjög að ýta því í gegnum kerfið því að það var bara innbyggt í kerfið að það ætti að færast í Háskóla Íslands eða Háskólann í Reykjavík. En eru öll ráðuneytin í Reykjavík og þar af leiðandi Reykvíkingar í öllum ráðuneytum? Já, þannig að það þarf stöðugt að vera vakandi fyrir svona ákveðnum árum og þora að hafa pólitískar áherslur sem geta verið umdeildar. Kerfið getur jafnvel verið hindrun í því, en þá þarf bara að ýta og það er hlutverk stjórnmálanna. Ýta. Við erum með svona pínu lokaspurningu. Já, lokaspurningu. Þið eruð svona í rauninni bara í atvinnuviðtali hjá þjóðinni að endurráðningu. Við höfum hringið vinn. Starfið ykkar var auglýst laust og þið að sækja aftur. Af hverju? Því það eru margir sem eru ekki endilega að kjósa flokka, heldur eru að kjósa fólk. Bara þú sem mannvera. Af hverju að kjósa þig? Sigmundur Davíð, af hverju ætti fólk að kjósa þig? Já, eins og hlutinir hafa þróast í flokknum hjá mér, þá þurfti ég auðvitað að velta þessu fyrir mér, hvort að þetta var eitthvað sem maður vildi halda áfram að vinna við. Og það var alveg afdráttarlaus niðurstaða hjá mér að ég vildi gera það vegna þess að ég vil vinna fyrir þetta kjördæmi. Ég vil vinna fyrir fólkið sem ég hef kynnst hérna í kjördæminu og auðvitað alla hina líka. Þannig að menn nái að nýta þau ótrúlegu tækifæri sem eru til staðar hérna. Þannig að áherslan hjá mér fram að þessum kosningum og svo eftir kosningarnar verður á kjördæmið og málefni þess. Aðrir munu ræða önnur mál á meðan, en ástæðan fyrir því að ég er að sækja að halda áfram í þessu starfi til að geta unnið fyrir þetta kjördæmi. Ég held að við höfum nú sýnt að við stöndum við það sem við segjum og þess vegna hef ég verið óhræddur við að fara í ákveðin verkefni. Ég er óhræddur að taka, kannski óvinnstalega erfiðar ákveðin vegna þess að ég veit að það hefur komið á daginn að það var rétt að gera það. Ég hef verið mjög stoltur að því að taka þátt í þessu starfi sem var hér sérstaklega fyrir hluta kjörtímabilsins, þar sem tekið var á lánum heimilanna og bankakerfinu rauninni, þessum kröfuhöfum öll því. En núna þurfum við að horfa til framtíðar og ég trúi því og mun berjast fyrir því að þessi byggðamál sem ég ræddi áðan, varðandi til dæmis að nota skattkerfið, varðandi það að horfa á það hvernig getum nýtt þá betur auðlindagjald ef að það er tekið til byggðanna og svo framvegis.
Það eitthvað sem ég ætla að beita mig fyrir og líka sjálfsögðu það heilbrigðismálin sem ég nefndi hérna áðan. Þetta þau mál sem mestu skipta og ég held að við höfum sýnt að við getum tekið á þessu og við erum alveg tilbúin að gera það. Frábært, takk fyrir það að við komumst ekki lengra að sinni. Við ætlum að taka okkur smá hlé og koma aftur undir smá stund fyrir að fá fulltrúa Sjálfstæðisflokksins.